En við ætlum að fá fréttir frá Hveragerðisbæ og á línunni Jóhanna Margrét. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu þá? Heyrðu ljómandi gott. Jæja. Ekki að hægt annað í þessari haustblíðu. Nei, það alveg rétt hjá þér, alveg rétt. Já. Við ætlum að einblína aðeins á, það náttúrulega allir, nú haustið, veturinn framöndan og fólk farið aðeins að hugsa heilsuna, það hreyfivika framöndan, heilmikil. Já, við erum eiginlega búin að vera svolítið á yfir hérna í Hveragerði meira og minna svona frá ágústlokum og septembermánuður alltaf svolítið mikið helgaður hjá okkur að auka hreyfingu, bæði hjá fullorðnum að börnum, íþróttafélag Hamar náttúrulega, hefur sína svona starfsemi í flestum deildum. Þetta auðvitað, Hveragerði auðvitað heilsubær. Já, hefur alltaf verið. Standundir því nafni. Við reynum svona eins og við getum að hvetja mikið til hreyfinga og hafa góðar gönguleiðir og annað, þannig að það má kannski segja að dagskráin hjá okkur í þessum hreyfidögum einkennist svolítið líka að fá hinn almenna borgara til að hreyfa sig meira og kannski fjölskylduna saman líka. Já. Og ætlið þið að brydda upp á okkur þessa vikuna? Við ætlum að allavega svona vera með hvatningu, til dæmis á mánudaginn 21. Þá svona erum við að hvetja til þess að sem flestir hjóli í skóla eða vinnu og svo verður heilsustofnun með alla virka daga, þá bjóða þeir hérna upp á að hinn almenni borgari geti komið í gönguferðir sem að eru daglega fyrir gesti heilsustofnunar klukkan 11 en nú bjóða þeir upp á að allir komið með sem vilja. Það eru með hérna 2 tegundir af göngu sem boðið upp á alltaf klukkan 11, alla virka daga. Já. Og síðan verður með á þriðjudeginum þá verður hérna skokkhópur Hamar. Þeir bjóða alla velkomna klukkan 17:30 og eldri borgarar eru með göngu líka á þriðjudögum klukkan 10 á morgnana. Svo sunddagurinn hjá okkur á miðvikudeginum, þá ætlum við nú reyndar að bjóða öllum frítt í sund. Já. Ef þú syndir 200 metra eða meira. Já, ok. Þannig að það skilir. Og við erum með núna nýjung í þessu að þetta verður líka keppni á milli sveitarfélaga. Já. Þetta hálfgerð sundkeppni í leiðinni, þannig að þegar þú kemur og syndir 200 pluss, þá skráur þú niður nafnið þitt og hvað þú syndir mikið. Frábært. Og sjálfsögðu reynum við að vinna hér í Hveragerði. Já, já. Og þennan sundag á miðvikudeginum þá var líka fólki boðið að koma í vatnsleikfimi klukkan 17:30 sem líka í Laugaskarði. Og svo bara verðum við með svona almennan hreyfidag á fimmtudeginum og þá ætlum við að setja inn á heimasíðu bæjarins æfingasafn sem gott að smetla inn í tölvuna hjá sér og þá týpur það á 30 mínúta fresti og skildar því svolítið í að koma með einhverja æfingu þá setur þú alltaf að vinna við tölvu eða annars slikt. Já, já, þá ágætt að standa upp og tegja sig aðeins. Þá ágætt að hreyfa sig, sko. Já. Og svo bara föstudagurinn, það golf og boccia fyrir eldri borgar í Hamarsöld klukkan 10 og áfram gönguhóparnir á heilsustofnun og svo laugardagurinn þá horfum við svona meira á fjölskyldunni, hvetja bara til að fara í fjallgöngu, göngu eða hjólatúr, verðum með vippitbrautina uppi í sundlauginni. Frábært. Og svo á sunnudeginum fjölskyldu badminton í Hamarsöld frá klukkan 11 til 13. Já. Og svo náttúrulega býður íþróttafélagi Hamar alla velkomna bara á æfingar og skólarnir í Hveragerði, þeir ætla að taka svona sérstaka áherslu bara áfram á hreyfingu en þeirra starf hefur miðað svolítið að mikilli bara útiveru. Íþróttatímarnir hafa verið úti og það aukin tímasókn í sund fyrir yngstu krakkana. Annars þessi vika, hún lendir reyndar inn í samræmdum prófum, þannig að þetta svona, fyrir skóla á Íslandi það kannski svona, þetta pínustrik í reikningin en september bara upplaður sem góður hreyfimánuður. Já, þá ekki alveg tilvalið að þegar þú ert með heilan alveg fullan af hugsunum aðeins að hreyfa sig og fá blóðu til að renna? Algjörlega, það nauðsynlegt einmitt að fólk grillist ekki löngum prófum og standa eins upp og hreyfi sig. Andað sér fersku lofti? Já, ekki spurning. Nákvæmlega. Við vonandi bara að fá gott veður þessa viku, það verður ekki mjög blautt. Já, ég trúi því og treyst á það að veðurklúbburinn á Húsavík hafi bara rétt fyrir sér. Þeir spáðu ljúfu veðri. Þeir búin að lesa í Garnir og... Já. Þeir spá blíðu fram á jólum. Já, mikið það gott. Þá erum við bara viðbúin því. Já.
Algjörlega, við trúum því. Ekki spurning, já. Þetta svona það sem stendur hægt hjá okkur núna. Já, þannig að þetta stútfull dagskrá þessa vikuna, 21. til 27. Já, og það má lesa... nú bara að berja sig í brjóst og fara á stað. Já, allar upplýsingar má finna á hverigeri.is. Já. Hvernig líst hvergeringum á að keppa við Ölfus í útsvari? Ég finnst það alveg frábært. Já, skemmtilegur útráttur. Virkilega skemmtilegt. Það viðuregnum 25. september. Já. Þannig að það bara skemmtilegt. Það alltaf svona góðir, já, þetta svona, eins og við kallum, þetta svona derbyslagur, svona nágranna slagur. Algjörlega. Alveg eins og við eigum oftar en ekki í íþróttunum. Já. Og var einmitt núna á mánudaginn var bikarleikur í fyrirtækja bikarnum í körfubolta. Og þá voru Hamarsmenn einmitt að taka móti Ölfusingu. Já, jú. Þetta verður spennandi. Við skulum ekki tala samt úrslitin, það óþarfi. Já, það enda líka, það ekkert á blaði hérna? En þetta alltaf góði leikir þegar að Ölfus og Hveragerði hitta. Já, algjörlega, og sama hvort að það körfubolti eða spurningarleikur. Já, alveg sama hvað Þannig að það bara spennandi útsvar framöndan, 25. september. Heldur betur. En Jóhanna Margrét, takk fyrir þetta og við hvetjum fólk til þess að kynna sér hreyfivikuna. Takk fyrir það, sem við leiðist. Takk. Aftur þína, takk.